Já, kæru vinir, gleðilega páska og verið öll hjartanlega velkomin til þessarar hátíðarguðsþjónustu sem sameiginlegt verkefni safnaða hér á Eyjafjarðarsvæðinu. Og við skulum byrja þessa stund með því að fela okkur Guði. Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Hjálp vor kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Biðjum. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Sá dagur
Dýrð sé Guði í upphæðum. Drottinn sé með yður. Og við skulum biðja. Drottinn Guð, gefa þér sem höldum upprisuhátíð frelsara vors, endurnýjumst fyrir heilagan anda þinn og rísum upp til nýs lífs með honum sem lifir og ríkir með þér í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Fyrir ritningalestur þessa páskadags úr Davíðssálmum. Drottinn styrkur minn og lofsöngur. Hann varð mér til hjálpræðis. Fagnaðar og siguróp kveða við í tjöldum réttlátra. Hægri hönd Drottins vinnur máttarverk. Hægri hönd Drottins upphafin. Hægri hönd Drottins vinnur stórverki. Ég mun eigi deyja heldur lifa og kunngjöra dáðir Drottins. Drottinn hefur hirt mig harðlega, en eigi ofurselt mig dauðanum. Ljúkið upp fyrir mér hliðum réttlætisins, að ég megi ganga inn þau og lofa Drottinn. Þetta hlið Drottins, réttlátir ganga þar inn. Ég þakka þér að þú bænheyrðir mig og komst mér til hjálpar. Steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðinn að hyrningasteini. Að tilhlutan Drottins þetta orðið.
Það er dásamlegt í augum vorum. Þetta er dagurinn sem Drottinn gerði, fögnum og verum glaðir á honum. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkar gjörð. Síðari ritningalestur er úr fyrra bréfi Páls til Kórinthumanna. Hreinsið burt gamla súrdegið til þess að þið séu nýtt deig, enda eru þið ósýrð brauð, því að páskalambi okkar er slátrað sem er Kristur. Höldum því hátíð ekki með gömlu súrdegi eða súrdegi illsku og vonsku, heldur með ósýrðum brauðum hreinleikans og sannleikans. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýr sé þér Drottinn. Guðspjallið skrifar, Guðspjallamaðurinn Markús. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla, hinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás, koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir og steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust, en hann sagði við þær, skelfist eigi. Þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri,
Hann fer á undan yður til Galíleu, þar munuð þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Og við játum saman trúna. Ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vor, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Þrjár konur komu að gröfinni á páskadagsmorgni. 3 lífsgildi komu að gröf Jesú á páskadagsmorgni. Kærleikur, umhyggja, hugrekki. Mig langar til að tala um umhyggjuna og það er ekki erfitt þessa dagana. Við erum bókstaflega vafin umhyggju úr ýmsum áttum. Samfélagið er borið uppi af umhyggju fjölmargra starfsstétta og líka af umhyggju þjóðar sálarinnar sjálfrar. Umhyggju sýnum við hvert öðru með því að fylgja fyrirmælum fagfólks, með því að sýna þolgæði í krefjandi aðstæðum, já og með því að vanda okkur sérstaklega í samskiptum
þar sem að margir eru kannski óvenju kvíðnir og viðkvæmir nú stundir. Fjölmargir óttast heilsu sína og sína nánustu, óttast afkomu, hafa jafnvel mist vinnuna að hluta eða alveg. Mörg eru við þreytt á löngu tilbreytingarleysi og einangrun að loknu vetri sem að gaf heldur ekki svigrúm til ferðalaga, sökum veðurlægða hvar ein tók við af annari. En umhyggja er líka að vita að sumir lifa alla daga, ár eftir ár, við einangrun, vegna veikinda, fátæktar og félagslegra aðstæðna. Umhyggja sprettur af hugsun og vandvirkni. Að hugsa áður en við tölum og hugsa áður en við framkvæmum. Umhyggja er að setja sig í spor annara áður en við drögum ályktanir og auglýsum hugsanir okkar og skoðanir opinberlega. Þegar að ég sjálf er illa stemd, sorgmædd, kvíðin, reið eða sár, sakbitin eða kvalin af skömm, á ég mér mynd í huganum þar sem ég skríð upp í fang umhyggjunar, hnipra mig saman og slaka á. Gef eftir tilfinningar mínar og angist, gef eftir stjórnsemi mína og fullkomnar áráttu, gef eftir morgundaginn og gærdaginn, gef eftir áhyggjur mínar af áliti annara, gef eftir vonbrigði mín yfir sjálfri mér og köflum lífsgöngu minni. Þessi umhyggja sem umlykur mig eins og fylgja barns í móðurlífi er Guð. Ég trúi á Guð. Annars stæði ég líklega ekki hér í dag við þessar aðstæður að prédika og þess vegna langar mig á þessum degi, páskadegi, böðuð upprisu frelsarans í allri fegurðinni sem dagurinn veitir, að gefa þér sem ert að horfa og hlusta hlutdeild í trúminni. Ég er nefnilega alveg langt frá því að vera best menntaði guðfræðingur landsins. Ég hef ekki lesið alla Biblíuna. Ég veit ekki nema eitthvað smá helgisið og kirkjusögu. Ég man nánast ekkert úr grískunni minni í guðfræðináminu. Ég er afleit í rökræðum trú og trúarbrögð, en ég er hins vegar algjörlega sannfærð að Guð er til. Ekki vegna þess að ég hafi lært hann, ekki vegna þess að líf mitt hafi verið með öllu vandræðalaust og án þjáningar, ekki vegna þess að ég hafi svo gaman að því að ræða trúmál við aðra og reyna að sannfæra hinn trúlausa tilvist Guðs, að því mér finnst það í rauninni alveg ótrúlega leiðilegt og tilgangslaust. Maður nefnilega lætur engan trúa, rétt eins og maður lætur engan verða ástfanginn af annarri manneskju. Ég veit að Guð er til vegna þess að þjáningin varir aldrei nema tiltekinn tíma. Og vegna þess að í miðri þjáningunni þá fáum við mennirnir senda ósýnilega björgunarlínu í formi æðruleysis, þolgæðis, hugrekkis og vonar. Og verðum oft á tíðum sérstaklega gjöful á kærleikan sem við erum öll sköpuð af. Upprisa Jesú Krists er svo margt. Fyrst og síðast er hún auðvitað hinn skilyrðislausa ást sem ein getur sigrað dauðan, og svo er hún gildin sem vitjuð hennar í konunum þremur á páskadagsmorgni. Kærleikur, umhyggja, hugrekki. Umhyggja er upprisa, hvar sem henn er beitt. Þess vegna megum við öll vita, hver sem trú okkar er, að við höfum risið upp á liðnum vikum í erfiðum og oft sársaukafullum aðstæðum. Guð gefi þér gleðiríka páska, já og meiri von fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Amen.
Já, 3 lífsgildi komu að gröfinni. 3 lífsgildi, umhyggja, kærleikur og hugrekki. Dauðinn dó, en lífið lifir. Ljós lífsins, allt hið góða og bjarta, það lifir. Lífið þessa dagana svo fullt af þakklæti. Kærleika sem minnir okkur á að hið góða sigrar. Í dag á páskadag birtist upprisan okkur á margan hátt. Við sjáum páskaliljur sem kíkja upp úr moldinni. Við sjáum upprisuna í hverju því góðverki sem innt af hendi. Upprisan birtist okkur í samfélagi sem tekst vel á við heimsfaraldur. Hvernig birtist upprisan okkur? Jú, hún birtist okkur sem kærleiksljós, sem nú sem aldrei fyrr mætir miklum áskorunum. En sterkast sem nú sem aldrei fyrr og mætir okkur í áskorunum kærleikurinn. En sterkasta verkfæri okkar allra sterkasta verkfæri sem Kristur boðaði með lífi sínu hér á jörðinni einmitt kærleikurinn. Við höfum mætt okkur sjálfum og við mætum hverju og einu í kærleika. Því kærleikurinn mestur, kannski með öðrum hætti þessa dagana heldur en við erum vön, en kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Að fylgjast með samfélaginu öllu í upprisu kærleiksljósins fyllir líf mitt af endalausri trú á allt það góða. Barnabarnið sem fer með prjónauppskrift í póstkassann til ömmu, í stað þess að koma í knús og vöfflukaffi. Eiginmaðurinn sem hringir í eiginkonuna og segist elskana. Söngfólki sem syngur fyrir utan heimili eldri borgara. Samverustundir sem fjölskyldurnar eiga saman. Allt þetta nýjar leiðir kærleikans og snúast allar það að við viljum gefa. Kærleiksljósið sem fylgir þessum páskum skín skært þessa dagana. Við hvert og eitt upplifum það sterka og það sterkara heldur en nokkuð sinnum áður. Já, svo fallega minningu frá því ég horfði á myndband á netinu ekki fyrir svo löngu sem ég langar að deila. Það sést eldri maður sitja við gangstéttabrún með skilti sem ástendur hjálp, ég blindur. Mikið af fólki var á ferðinni þarna en flestir gengu framhjá og litu varla í áttina til hans. Þeir jafnvel hröðuðu á sér frekar en ekki. Þá sést kona koma og stillir sér upp fyrir framan blinda mannin. Og hann verður var við hana og byrjar að þukla á skóm konunnar. Líklega hefur hann verið hissa á því að einhver skyldi stoppa í svo langan tíma og fer að velta því fyrir sér hvað sé í gangi. Konan sést horfa á áletrunina sem stóð á skiltinu, hjálp, ég blindur. Hún tekur spjaldið og skrifar á baklið þess. Réttir svo manninum aftur og fer sína leið. En nú breytist allt. Fólk stoppar, kastar peningum og sá blindi hefur varla undan að tína upp peninga. Aftur sýnt konan kemur. Og það var eins og að blindi maðurinn fyndi strax fyrir nærveru hennar. Hann þuklar á skóm hennar og þekkir þá leið. Hann spyr konuna, hvað skrifaður á skiltið? Og hún svarar, bara það sem stóð áður. Síðan sést konan ganga í burtu og við fáum að sjá hvað stendur á skiltinu. En það stendur, þetta yndislegu dagur og ég bara get ekki séð hann. Akkurat svona upplifi ég
hinn sanna anda páskana, hina sönnu þýðingu páskana, upprisunar og hinn sanna kærleika okkar mannfólksins. Því upprisan snýst akkurat þennan kærleika. Því að þennan kærleika getur enginn tekið frá okkur. Þetta sterka viðhorf okkar til hvers annars sem síðustu vikur hefur verið stórkostlegt að fá að upplifa, þá samstöðu, það hugrekki og þann óendanlega mikla umhyggju sem bræðir hvert hjarta sem upplifað fær þennan kærleika í hvaða mynd sem það er. Þetta er svo upprisa sem fær okkur til að horfa fram á veginn. Á jákvæðan hátt. Nýjar aðferðir þurfum við að finna til þess að sýna kærleika. Ný viðhorf þurfa að eiga sér stað. En við höldum í vonina. Vonin er hvorki jafn áþreifanleg, heldur en snjórinn sem fellur vetur, né eins sterk og sólin sem skín á vorin. Því hvernig ætlum við að vona ef við sjáum ekki vonina? Því það er erfitt að vona eitthvað sem við sjáum ekki. Allt í einu kemur Jesús á móti þeim, heilar þið, en þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesús við þær, óttist ekki, farið og segið bræðrum mínum og systrum, þar munu þau sjá mig. Páskarnir minna okkur á að trúa og treysta og þá mun líf okkar vera uppfullt af kærleika Guðs. Megi boðskapur páskana vitja þín, tala til þín, hafa áhrif á líf þitt og færa þér gleði og frið. Amen. Þrjár konur komu að gröfinni á páskadagsmorgni. 3 lífsgildi, umhyggja, kærleikur og hugrekki. Það voru ekki einungis 12 lærisveinar sem sögðu skilið við fyrra líf og ákváðu að fylgja Kristi, heldur hópur fólks, karlar og konur, sem öll trúðu á þennan merka mann sem fræddi þau verðmæti lífsins. Fræddi þau kærleika Guðs á mannkyni öllu og handan lífið sem stæði öllum til boða. Hvernig leið þessu fólki þegar Kristur var handsamaður og síðar tekinn af lífi? Vonbrigðin hafa orðið meiri en við getum gert okkur í hugalund. Það voru vinkonur Krist sem urðu vitni að því Jesú dró síðasta andardráttinn og í kjölfarið sáu þær líflausan líkama Krists borinn inn í grafhýsi. Þær, eins og aðrir, lögðust 2 og 2 saman og fengu út 4. Frelsari þeirra, látinn, og með honum boðskapurinn eilíft líf. Hvernig sefum við sorgina? 3 konur fóru við sólar upprás á páskadagsmorgun að vitja vinar síns í hinsta sinn. Votta honum virðingu sína með því að smyrja líflausa líkama hans smyrslum. Ef til vill bar einhverju þeirra von í brjósti að krossfestingin sem hafði farið fram 2 sólarhringum fyrr hefði einungis verið slæmur draumur, að enn væri von á góðum fréttum. Trúnni fylgir einnig von. Von bættari heim, von að hlutirnir fari vel að lokum og síðast en ekki síst von á upprisuna í okkar eigin lífum þegar erfiðleikarnir virðast óyfirstíganlegir og vonin, hún gerir okkur hugrekk. Konurnar urðu þess varar að kraftaverk hefði átt sér stað, hlupu þær sem fætur toguðu til lærisveinana og sögðu þeim allt sem þær höfðu heyrt og séð. Auðvitað trúðu þeir konunum ekki,
Hefðum við trúað þeim? Og þurfum við að trúa til að trúa? Því ekki hægt að neita að grundvöllur kristinna trúar byggir vissulega á kraftaverkinu sem líf Krists var. Jesús var til fyrir kraftaverk líkt og fæðingasaga hans segir til og þannig yfirgaf hann þennan heim líka. En í raunverulega kraftaverk var kannski ekki hvernig sonur Guðs kom í þennan heim eða hvernig hann yfirgaf hann, heldur fyrst og fremst allt gerist í millitíðinni. Hvernig þessi eini maður kollvarpaði þankagangi samtíða sinnar. Fékk hóp fólks til að sjá lífið og tilveruna með öðrum hætti og skapaði rými í faðmi Guðs fyrir þau sem áður höfðu upplifað sig útilokuð þaðan. Og kraftaverki lifir því enn í dag, rúmum 2000 árum síðar. Við reynum dagstaglega að fylgja í fótspor hans. Og það því sem skiptir raunverulega máli við upprisuna að mínu mati. Það ekki einungis að það líf eftir dauðan og að Jesús lifir áfram, heldur að Guð lætur magnaða og stórfenglega hluti gerast. Hluti sem við höfðum jafnvel ekki ímyndunaraflið til að sjá fyrir okkur. Hið óútskýranlega og undursamlega sem við upplifum öll einhvern tímann á lífsleiðinni en eigum ef til vill ekki orð yfir. Og í dag fáum við að lifa leyndardóminn, tökum honum fagnandi og leyfum okkur að njóta. Njóta án þess að geta kannski með fullu svarað fyrir það sem gerðist. Oftast eru 2 + 2 4. En einstaka sinnum kannski bara 1 skipti á lífsleiðinni, þá upplifum við eitthvað sem ögrar öllu því sem við töldum okkur áður vita, gegn öllum líkum og allri rök hugsun. Og þeirri stundu, kæri hlustendur, að þeirri stundu eru 2 + 2 5. Það krefst hugrekkis að trúa, að vita ekki en vona samt. Og á tímum eins og við lifum núna þegar óvissan ríkir og þegar mörg horfast í augun við breyttan raunveruleika, þá vonin á betri tíð og kærleiksríkan Guð okkar mesta auðlind. Leyfum okkur því að gleðjast innilega í dag með konunum 3 sem forðum upplifðu kraftaverkið. Já, Kristur upprisinn. Kristur svo sannarlega upprisinn. Dýr sé Guði Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen.
Við skulum biðja fyrir kirkjunni og veröldinni og við snúum okkur í höfuðáttirnar 4. Við snúum okkur til austurs og biðjum fyrir bræðrum okkar og systrum þar. Góði Guð, við biðjum þig að miskunna veröld allri, vernda allar manneskjur fyrir voða, rangsleitni og kúgun, hindra ofbeldi og stöðva styrjaldir. Hjálpað okkur að efla sátt og frið og fyrirgefa eins og þú í Kristi fyrirgefur okkur. Við biðjum sérstaklega fyrir systkinum okkar í Kína, Indónesíu, Íran og öðrum löndum í austri sem illa hafa orðið úti vegna COVID-19 veirunar. Við biðjum þig algóði Guð að umvefja þessa bræður okkar og systur og við biðjum fyrir kirkju þinni í þessum heimshluta. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Við snúum okkur til vesturs og við biðjum fyrir bræðrum okkar og systrum þar. Himneski Faðir, við leggjum systkini okkar í Norður- og Suður-Ameríku í þínar algóðu hendur. Vertu með ráðamönnum þjóðanna og gefðu að ákvarðanir séu teknar af skynsemi og með hag og velferð fólksins í huga. Hjálpa og líkna öllum þeim sem þjást og stríða, sakna og syrgja. Styrk þau í trúnni og vektu hjá þeim von og traust og láttu þau fá að reyna að þú bjargar og þú blessar. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Við snúum okkur til suðurs og biðjum fyrir bræðrum okkar og systrum þar. Kæri Drottinn vor og frelsari, við lofum þig og þökkum þér fyrir endurlausnina sem þú hefur búið okkur í upprisu Jesú Krists frá dauðum. Við biðjum þig að vera með öllum systkinum okkar á suðurhveli jarðar. Vaki yfir þeim og vernda þau, gef þeim líkt og okkur öllum styrk og kraft til að takast á við þá miklu ógn sem kórónuveikin er. Góði Guð, gefðu að landamæri stjórnmála, peninga og trúarskoðana verði ekki þröskuldur fyrir samstöðu þjóða. Hjálpaðu fátækum ríkjum Afríku í þessum mikla vanda og gefðu að þau ríki heims sem nóg eiga af úrræðum geti deilt með sér til þeirra sem úrræðalaus eru. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vor. Við snúum okkur til norðurs og biðjum fyrir okkar eigin hluta jarðarinnar. Við lofum þig, lifandi Faðir, fyrir allar gjafir lífsins. Hjálpa okkur með þínum heilaga anda að lifa vel og iðka ráðvendni og réttlæti. Við leggjum okkur sjálf og okkar hluta heimsins í þínar miskunnsömu hendur. Þú ert ekki Guð sem krossfestir, þú ert Guð sem varst krossfestur. Takk fyrir að við ekki erum ein, því að þú ert með okkur í þjáningu, sorg og dauða, og einnig í hamingju og í gleði. Já, takk fyrir að þú ert með okkur í öllum skrefum lífsgöngu okkar. Við biðjum fyrir gjörvallri kirkju þinni hér á jörðu og í dag felum við í þínar hendur á sérstakann hátt kirkju þína hér á landi. Við biðjum þig að vernda okkur og varðveita og styrkja okkur í trúnni, svo að líf okkar allra megi vera vitnisburður þig, kærleika þinn og upprisu sonar þíns. Já, hjálpaðu okkur Drottinn að elska þig
og elska náunga okkar eins og okkur sjálf. Fyrir Jesú Krist, Drottin vor. Og allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir færi við í bænina sem Jesús kendi og við segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn sé með yður. Og með þínu anda. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti